Velkomin í föstudagsþáttinn. Í dag erum við stödd á Siglufirði og ætlum að senda þáttinn út héðan í tilefni 100 ára afmælis Siglufjarðarkaupstaðar. Við munum fá góða gesti í sófann til okkar og fyrstur í sófann er kominn bæjarstjóri Fjallabyggðar, Gunnar Birgisson. Hjartanlega velkominn. Já, takk fyrir það. Og til hamingju með afmælið. Já, takk. Það stendur mikið til, svaka dagskrá framundan. En þú sem kemur svona kannski aðkomumaður fyrir 3 árum síðan? Já. Getur aðeins sagt okkur svona viðbreyðing, hver er munurinn á að stýra Kópavogi og Siglufirði? Þetta er allt mjög svipað, það er bara önnur stærðargráða. Já, sama tóbakið. En þetta er náttúrulega landsbyggðin og ég er landsbyggðarmaður, uppar landsbyggðarmaður í Brjósliðinni í Rangárvallasýslu. Já. Og þannig að ég er alveg vanur að vera í litlu samfélagum þar sem að allir vita allt um alla. Já, mikil náð. En það er all sömu vandamáli hvort það er Kópavogur eða Fjallabyggð eða hvað það er. Þannig að það er ekki nýtt undir sólinn í því. Nei. Þú lentir í smá hremmingum í fyrra. Mér langar að bara byrja á því að byrja að lýsa því aðeins. Já, það fór þarna bílað þarna varahlutur, vantaði varahlut, það fór hjartaloka. Já. Og sem var ekki gott, þannig að það var ekkert súrefni til að dæla út í líkamann og þeir náðan hérna brugðust skjótt við hér, viðbragðsteymi hér og náðan hnóði við súrefni og svo hann komið að Akureyri og svo daginn eftir og flogið við suður og svo Sporinn og allt gekk vel þannig þótt að, en ég slapp fyrir horn og þú sagði mér líka áðan að þú hefði verið með símann í hendinni þegar þetta gerðist, þannig að aðstæður voru kannski ótrúlega heppilegar að mörgu leyti. Já, ég hef verið mjög heppinn í gegnum. Hefurðu kannski gleymt símannum, verið í fjallgöngu eða eitthvað staðar og þá hefði þetta farið öðruvísi? Já, allt öðruvísi. Já. En það er bara, þetta fór allt mjög vel og gengur vel. Þetta var seinast í september, þannig ég kom til starfa aftur í byrjun febrúar eftir að vera búin að fara á Reykjalund og eitthvað og svo bara byggjum þessu upp í ræktinni 3 í viku og ertu orðinn jafn góður? Ég er bara að verða mjög góður. Já, að verða jafn góður kannski? Já, betri? Já, kannski betri, já. Heyrðu, það er eitt sem ég langaði að spyrja að því að það er svona, nú þekkja allir mottóið það er gott að búa í Kópavogi. Ertu búin að semja eitthvað nýtt fyrir Fjallabyggð, eitthvað svona sem þú getur slengt út hérna? Nei, það er nú ekki komið. Það er ekki komið? Ef ég var í framboði hér, þá myndi ég vera búin að því, en nú er ég ekki í framboði, þannig er ekki. Akkúrat. En þetta var til 1994 í Kópavogi. Og manstu alveg hvernig þetta gerðist? Já, ég man hvernig þetta gerðist. Við vorum 2, Jón Kristur Snæholm og ég, og við vorum að reyna að finna slagorð fyrir kosningarnar. Já. Og svo var skrifað á töfluna, svo allt í koma. Það er gott að búa í Kópavogi. En svo er ekkert sama hver hefur sagt þetta. Þetta hefði kannski ekki fengið sama slagkraft ef einhver annar hefði sagt það, jafnvel mjóróma. Ég var að setja með í auglýsingu hjá okkur. Já. Og ég þurfti að lesa þetta 50 sinnum upp og ég var alveg búin að fá nóg af þessu. En ég er búin að segja þetta oft síðan, ég er búin að tala inn á nokkur 100 hringitóna hjá fólki síðan. Ég skil. Þetta lifir góðu lífi ennþá. Og þá spyr maður í beinu framhaldi, hvarflaði aldrei að þér að vera söngvari með þessa fínu rödd? Nei, einhvern veginn alls ekki. Nei, það var bara ekki til í orðabókinni. Nei, en þú fórst í verkfræði og doktor í verkfræði og stofnaði fyrirtæki og svo leiddist út í stjórnmálin, var það þannig? Já, ég byrjaði nú á fyrirtækjarekstinum og lærði nú jafnframt svona samhliða og já, svo þegar ég var nú byrjaður á fyrirtækjarekstin áður en ég lauk doktorsnáminn í Bandaríkjunum og hélt svo því bara áfram og eftir það og kenndi svo í háskólanum og svo var ég plataður í pólitík. Já, þú varst plataður í hana. Já, ég ætlaði nú ekki að vera í því, taldi það sko. Það væri algjöru jólasveinu sem var í því og sko, ég batnaði ekki í þessum jólasveinu. Ég skilji. Hvað var það sem var svona heillandi? Var þetta skemmtilegt? Ég áttaði mig ekkert á því sko. Ég ætlaði bara að fá að vera með en svo var maður svona teymdur og sagt já, þú fyrir fyrsta sæti. Ég sagði, það gengur ekki. Þetta var í prófkjöri, svo vann ég prófkjöri og þá var maður komin inn í netu og var lengi fastur í því. En þessi hugmynd að fara til Siglufjarðar, hvernig kviknaði hún? Já, hún var bara að hafa hringt í mig og ég var nú að starfa út í Noregi þá fyrir íslenskt fyrirtæki og þetta unga fólk hér sem var þá í meirihluta hringdi í mig og ég spurði hvort það væri gali. Já. Það hringdi í mig. Nei. Já. Nema þau komið til 5 tíma í byrju janúar 2015 og þá var gengið frá þessu. Já.
og ég byrjaði janúar, senast í janúar 2015. Og þú séð ekkert eftir þessu? Nei, þetta er bara mjög skemmtilegt hérna og okkur vel tekið Og uppgangur á Siglufirði, myndur þú segja það? Já, það hefur verið þannig að það voru hér mikla fjárfestingar hérna í ferðaiðnaðinum, Róbert Guðfinnssyni sem er alltaf glæsilegt sem hann er búinn að gera og svo í líftæknina, það eru 2 fyrirtæki hér sem er Paramex og Genis og við skulum vona það fara meira flug því okkur vantar fleiri störf hérna. Já. Því í sjávarútveginum er það þannig að störfin eða grein vera tæknivæddari sem þýðir að færra fólk. Af sem áður var þegar síldin var það þarf að koma og svona alltaf þarf, sko þetta 101 lið Reykjavík þarf að hugsa það sko, við þurfum að landsbyggðinni þurfum að lifa og þurfum störf hérna og þurfum þjónustu, við getum sýnt opinberri þjónustu eins og þenni í Skuggasundi í Reykjavík sko. Já, meinar þá tilfærsla á kannski einhverjum störfum? Verkefnum, já. Þannig að þeir án að verið mjög duglegir að færa á Sauðárkrók. Já. Íbúðalánasjóð og Byggðastofnun og sveit hvað. Eitthvað sem þú sér það gæti átt heima hér sem þetta er í hug? Já, ég meina það er fjarvísla í öllu, nú er þetta allt orðið rafrænt og fínt og hérna er tiltölulega stöðugt vinnuafl og ekki svona sveiflur eins og þannig í 101. En hérna nú, við getum sagt kannski, við getum ekki sagt alveg frá því en við getum sagt að á hátíðar bæjarstjórnarfundi núna á sunnudaginn, eða er það á laugardaginn? Sunnudaginn. Það er afmælisdagurinn. Það er afmælisdagurinn. 20. maí. Já, þá er aðalhátíðardagskrárin. Þá er sem sagt hátíðarfundur bæjarstjórnar og þá verður sagt frá einhverju tímamóta samþykkt. Já, í svona stóra afmælum að þá er slíkt yfirleitt gert. Já. Og þá eru 2 möguleikar. Já. Annars vegar eitthvað í menningarmálum. Já. Eða í umhverfismálum. Já. Og þetta er nú allt leyndarmál en þá. Já, við segjum ekki neitt. En með þurfa að vanda sig og passa náttúrulega fjárhagslegu hliðina. Ég þekki þetta þegar Kópavogur 50 ára. Já. Það var að passa sig og halda í beisli, sko. Já, einmitt, fara ekki fram úr sér. Verða mjög andaktuðir þegar svona stóra afmæli eru. En nú er þetta svolítið öðruvísi, nú er þetta Siglufjarðarkaupstaður sem er alltaf partur af Fjallabið, sko, 2006. Þannig að við ætlum að halda upp á þetta þennan dag. Þannig að við getum í rauninni ekki sagt frá þessu en við getum svona einmitt skapa smá eftirvæntingu að eitthvað skemmtilegt kemur. Það kemur í ljós á fundinum. Má ég giska, verður ekki eitthvað æðislegt menningarhús? Nei, ég ætla ekki að segja það, ég ætla ekki að giska neitt. Og finnið þið líka hérna fyrir auknum ferðamannastraumi, eru skemmtiferðaskip að stoppa hér? Já, það eru núna, í ár eru 45 komur, en alltaf sem er skipin sem koma margótt. Þeim er fjölgað byrjir 4 árum, þá var það 12 eða 15. Rosa aukning í komum skemmtiferðaskipum. Og eru þið að stoppa yfir daginn eða eru þið að stoppa yfir nóttu? Það koma kannski 7 að fara 12, eða eru kannski allan daginn. Röltir fólk þá bæinn eða það fari ykkur á rútu? Þá ferða í Síldarminjasafnið og röltir bæinn, en þetta er ekki fólk sem eyðir miklu. Nei. Það var einhver sérfræðingur sem var í viðtali í sjónvarpinu daginn og taldi það að vera eins og vampírur. Blóðsugur, þær nýttu sér allt, sko, eða myndu njóta allt sem bærinu upp á að bjóða neitt engu. Borgar sér nú kannski inn á Síldarminjasafnið, er það ekki? Jú, svo borgar alltaf hafnargjöld hérna og svona, ég meina það er alltaf eitthvað í kringum þetta, sko. En það er svona, við þurfum kannski líka að geta boðið upp á eitthvað afþreyingu fyrir þetta fólk í þennan tíma. En maður náttúrulega sé sjálfans í þessum, maður verið þessu skemmtiferðaskipum og vil maður kannski svona bara rölda og svona og skoða staðinn eitthvað. En auðvitað hefur þetta allt að segja. En störfin vantar okkur. Það vantar störf fyrst og fremst, já. En nú er tíminn okkar á þrotum, ég bara segja nú aftur til hamingju með stórafmælið og bara það verður spennandi að sjá og heyra meira dagskrána framundan. Þakka þér kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir.